Til að senda inn auglýsingu í lögbirtingablaðið þarf að fara inn á sérvef fyrir auglýsendur. Ég ýti hér á senda auglýsingu sem leiðir mig inn í innskráningarferlið. Ég skrái mig inn með rafrænu skilríkjum og fæ hér valið að skrá mig inn sé ég eða í umboði fyrirtækis. Það má sjá ítarlegri upplýsingar umboðsvirkni bæði í öðru myndbandi og á leiðbeiningarsíðu. Ég fer áfram sem ég sjálfur. Upp kemur mitt heimasvæði þar sem ég hef yfirsýn yfir allar auglýsingar sem ég hef sent inn. Nýjar auglýsingar eru allar auglýsingar sem eru sendar í gegnum þetta nýja kerfi en einnig hægt að sjá allar eldri auglýsingar undir flipanum eldri auglýsingar. Hægt að skoða allar auglýsingar og sjá hvar þær eru staddar í útgáfuferlinu. Hér má til dæmis sjá auglýsingu sem hefur verið send inn til ritstjórnar en ekki búið að gefa út. Ég get opnað auglýsinguna og séð allar birtingar og skoðað staka birtingu og hvernig hún mun birtast á ytri-vef lögbirtingablaðsins. Einnig get ég afturkallað auglýsingu bæði inn í auglýsingu og á spjaldinu í listanum. Ég geri það með því að ýta á þessa ruslafötu. Með því að afturkalla auglýsinguna ég að draga hana úr ritstjórnarkerfinu og eyða henni. Ef ég að skoða innkallanir þá fæ ég upp mál en ekki staka auglýsingu. Hér dæmi innköllun þrotabús og ef ég opna á málið sé ég allar upplýsingar undir þessari innköllun. Einnig get ég bætt við skiptafundi og skiptaloku hér við þetta mál. Sparar það skriffinsku þar sem kerfið tekur allar viðandi upplýsingar tiltekna innköllun og þarf auglýsandi að senda inn mun minni upplýsingar og fær betri yfirsýn yfir málið. Hér einnig hægt að afturkalla auglýsingu en þarf auglýsandi að fara inn í málið ef innköllunin hefur verið gefin út en getur þá afturkalla skiptafundi sem eru ennþá í útgáfuferli.